Siggatök á K100,5. Jæja, við erum komið fyrsta hlustandan á línuna og hlustandi, hvað segir þú gott í kvöld? Æ, herðu, Já, ég er bara hæ. að byrja því að segja, æðislegir þættir, Takk fyrir það. ógeðslega skemmtilegir og ég var svona að spá, þú veist, ef maður er með eitthvað fantasíur en ásamt kærasta, Já, hvernig er þá svona best einhvern veginn að approacha það við kærasta sinn, án þess að maður einhvern veginn óvart farið við strikið, eða verið Já. móðgæður eða sár. ok. Ég held að við getum bara byrjað á kannski einu og það er biður kærastæðin ákveðna hluti í rúminu. Þú veist, biður hann að fara niður á þig, biður hann fastar, lausar, meira, minna, þú veist, bara sátt í okkur. Alveg svona lúmst, Ok, segja þetta ekki frábært. beint út, en maður gerir það lúmst. Og deilir hann fantasíum sínu með þér? Nei, Nei, ok. En ég held sko, ég mæli með svona baby steps nálgun og Já. ég myndi þá kannski byrja á að lýsa einhvers konar aðstæðum. Þú veist, og ég hef stundum hugsað og það er ekki verið held ég að setja makan í aðstæðunar sko. Þú veist, ég hef stundum hugsað það að ég sé að vaska upp, þetta er mjög klassísk fantasía sem við erum hérna að fara með, að ég sé stundum að vaska upp eða þú veist, sinna einhverjum heimilstörfum og þú komir heim og svo kemur aftan að mér og þú strýkur upp eftir lærið á mér, nartar í eyrnasneplana og segir, ég er búin að hugsa því allan dag, ég verð að fá þig og ég var einmitt í pilsi við heimilistörfin, engum nærfötum og þú bara vippar upp pilsinu og ég er rennblaut af losta. Skilur hvert er að fara með þetta? skilleg. Já, þannig að þetta er svolítið þetta er svolítið svona það sem að ég held að væri ágætis byrjun og svo getur séð hvernig hann tekur í þetta og ég veit að sumum pörum til dæmis finnst mjög æsandi að tala þriðja aðlan í rúminu og þá kannski bara eftir hvort að það sé karl eða konu og hvað ykkur líður vel með sko, þið getur aðeins fikra ykkur áfram þar og það getur verið svona, þú veist, ég og Davíð erum hérna í losta leikjum og þú fylgist með eða þá þú og Davíð eða þá ég, þú og Davíð eða ég veist, einhver útfærslu sko. Ok. Og þetta getur líka verið ágætisleið til að koma til skila líka mögulega, þú veist, æfa því að tala hvað þú vilt. Bara æfa mann í kynferðislu sko tali og þá líka kannski fá frá honum, ert þú með einhverja fantasíu? Já, nákvæmlega. Og ef ekki, kannski hjálpa honum aðeins að búa hana til, þú veist, hvað finnst þið sexy og hvernig hugsaðu það? Já, mitt. Ok, baby steps. Já, baby steps, en hérna takk kærlega fyrir að hringja og við erum með hérna annan hlustanda á línunni. Ok, takk fyrir þetta. Ok, bye. Bye. Já, góða kvöldið. Við mistum þennan hlustanda því miður. Hlustandi, viltu hringja aftur? Þannig að glóða allar línur. Ég er ennþá að læra hérna á viðvörunar slökkvitæki sem er hérna símalínu dæmið, það bara blikkar allt og svo ég á Vilsson taka og tíni fólki. Þannig ég verður bara að beða fólk að ringja aftur, 571 11 11. En þetta er síðan, já, þetta er ágætt að byrja svona. Og það er hérna, ég las ótrúlega skemmtilegt viðeigandi á meðan við bíðum eftir að sá sem misti síman og hann í klósettið ringi aftur. Og það er hérna, konur hafa sagt mér að elskendur sem ekki tala saman meðan þeir elskast fari á mis við áhrifalíka leið til að örva ímyndunaraflið. Æ ofan í æ hafa þær sagt eitthvað á þessa leið. Ef hann bara myndi tala, segja hvað hann ætlar að gera, hvað hann er að gera núna, lýsa líkama mínum og segja frá nauðsynni. Leoncy, kannski óopalegt nafn, sem dæmi segir hún hafi yfir í huganum kafla úr bók eða tímariti sem örvar hana í stað orða af vörum eiginmannsins. Ástarar þurfi ekki að hafa bókmenntalegt gildi. Nokkur orð eða setning nægja til að örva ímyndunaraflið. Þannig þetta er líka það sko, þetta er líka, það getur verið svolítið sexy að klæmast aðeins og að segja þessi orð og þannig að þú ert kannski eitthvað hræddur við að segja frá fantasíuninni en langar að gera það, þá getur þetta verið sko ágætis leið, bara setja hann í einhvern einfaldari búning og fara svona hægt að henni. Þú veist, að byrja bara á að lýsa hvað þið finnst gott og hvað er gert við þig og hvernig það virkar. Þannig að við sko bara kannski pæla aðeins hérna, já, pælum aðeins í því. Já, ég var að fá hérna tölvupóst og það var, býtum að ég sjá, ok, þetta er nú svolítið langt bréf, ok, hans er sagt, er karlmaður búin að vera giftur í mörg ár og það er mismunandi löngun. Þetta er ótrúlega klassískt vandamál, þetta er það sem margir greina frá og þarna er rauninni strandar á þessum samskiptum og þessu sem við erum að tala það þarf að tala saman og fólk er ekki alltaf að tala saman
en vissulega ef þetta verður að meira vandamáli og það leysist ekki með að þið talið bara 2 ykkar á milli að þá gott að geta leita til dæmis kynfræðings sem sinnir kynlífsráðgjöf og sérmenntari því og getur aðstoð okkur í þessu að því að það náttúrulega samræma löngun innan sambands og það díalógur með er þetta meira kynlíf, er þetta meiri örfun, er þetta meiri snerting, það þarf svolítið að skoða þetta. Siggatök á K100,5.